sem viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Örn Elías Guðmundsson, Múkisson, velkomin. Takk. Þetta maður byrja á mjög dramatísku nótum. Árið 2003 eða 2004, þú kannski minnir mig frekar á það, þá varstu eiginlega bara búin að gefast upp. Þú ætlaðir að hætta í tónlistinni, þú ætlaðir bara að leggja allt þar á þér sem var snýra tónlist og fara að snúa þér að einhverju allt öðru og hvað var til þess að þú ætlaðir bara að hætta í tónlist? Já, því að fólki fannst stundum eins og ég hef komið bara á skýjum ofan, fullt skapaður. En þá var ég náttúrulega í unglingahljómsveitum og öllu sem allir gera. En það var því ég gátt fyrstu plötuna mína. Þá fór ég að reyna að spila hana og það gekk alltaf ömurlega. Og ég man til dæmis eftir held ég fyrstu tónleikana mína að þá sá ég á fólki í salnum, það var örfáir, kannski 15 manns eitthvað svoleiðis. Þeir voru allir með mesta aulaflot lífsins, ég sá það bara á þeim. Þeim bara leið illa, mér leið illa og þeim leið illa og þetta magnaðist bara upp í eitthvað svona allsherjar viðbjóð. Og ég man, eftir þá tónleikana hljóp ég bara inn í eitthvað herbergi og bara dauðlanga að fara að grenja, sko. Og var þetta hér heima eða? Já. En þá fékk ég eitthvað svona samt sem maður inn í mig, ég veit að ég get gert eitthvað, ég veit að það hlýtur að vera, ég verð að finna lausn og fór að reyna að finna lausnir og fann ykkur lausnir sem reyndist mér vel seinna. En svona gekk þetta alveg í rúmt ár, þar sem ég spilaði fullt af tónleikum og yfirleitt var náttúrulega kannski mest 15 manns út allar trissur, hérna heima og í útlöndum. Og það er mjög minnistætt að ég var á tónleikum í ICA í London að spila og þar voru mættir fullt af blaðamönnum og vinur minn sem gaf mig út í Evrópu, hann skipulagði þetta, mjög góður vinur minn og þarna voru fullt af blaðamönnum og fullt af svona poppurum og þetta átti að vera rosalega mikilvægt. Nema hvað þegar ég byrja að spila þá eru allir bara komnir í skál og bara kliður og læti og þetta var svona, maður verður svona lítill í sér, maður er að reyna að spila eitthvað væmið, og það er bara einhvern veginn, enginn að hlusta og maður sér bara fólk að reyna hvort annað einhvern veginn og ég man að ég sagði svona aumt í mikrofónum, fokkið ykkur helvíti, svo ég er hættur, farinn, þetta er ógeðslegt og hljóp eitthvað baksvið, læsti mig inni, tók þetta kippu með mér, þannig áður en ég lokaði mig og drakk þessa kippu og það voru allir brjálæðir þarna sem komu aðeins og sérstaklega vinur minn lambda hurðina og svo þegar allir voru farnir að þá talaði ég við hann og ég sé að hann er náttúrulega rosalega sár, hann er búinn að eyða þarna og ég fatt að hann er búinn að eyða einhverjum vikum í undirbúning, búinn að sannfæra allt þetta fólk að koma og hann sagði, þótt að það hefði ekki nefnilega einn að hlusta, ég var að hlusta, ég elska músíkina, þú verður að bera virðingu fyrir mér, svo segir mér bara að fokka mér og ég fann það, en ég fann það líka, þetta var ekki eitthvað fyrir mig, þannig hann var búinn að bóka eina tónleika viðbót sem var Sonar festival á Spáni, en ég ákvað, ég tek þessa síðustu tónleika, það verður bara fyrir vinur minn og ég ætla bara að gera eins vel og ég get, svo ætla ég bara að fara að snúa með einhverju öðru. Þetta átti að vera síðustu tónleika lífsins? Já, ég ætlaði bara að hætta þessu. Mér leið orðið mjög illa með þetta allt saman. Og ég fer til Spánar með konu minni og mjög skemmtileg ferð. Nema hvað, ég spila í svona kjallara, svona bílastæði, þetta var svona stórt festival. Nema það eru eiginlega enginn þar inni. Nema svo byrjar að rigna uppi eða úti. Þannig að það kom allir onni í kjallarann, þannig að allt í einu komin rúmlega 1000 manns. Fólk sem var að flýja rigninguna? Já. Þannig ég þetta er ágætt. Allan að ég fer það einhvern veginn með stæl kannski. Ég ætla bara að gefa allt í þetta.
mér alveg skít sama, ég ætla bara að vera Elvis Presley, ég geta, ég ætla bara að fara alla leið, brjóta á minn hnéskellinnar ef þarf, bara hafa gaman. Og ég byrja, og ég fer í eitthvað svona ham, bara þetta bara eins og eitthvað svona trúaleg upplifun, ég bara, ég lamdi svo fast á gítarinn, ég skar mig bara opið sár hérna og byrja að blæða og ég man að, ég fattaði ekki fyrir en ég var að strjúka eitthvað svona framan á mér, svitann, og ég sá svip á einhverjum og það var fyrsta sinn sem ég sé svona svip úr sal þar sem ég fæ eitthvað svona feedback og ég sá fyrsti aðdáandi já, þetta fyrsti aðdáandi fættist og ég sé að hann er alveg hvað er að gerast einhvern veginn svona andlitið á hann sagði það og þetta magna mig upp í að ég átti hana stórkostlega upplifun bara eins og eiginlega eins og endurfæðing eða eitthvað þetta það skemmtilega sem ég hef gert bara í lífinu. Þessar 40 mínútur liði eins og 2 mínútur. Ég vissi, einhvern veginn mundi ekki neitt en mundi, bara tilfinningarnar og þetta átti að náttúrulega að vera síðustu tónleikarnir. Þannig að þá fattaði ég einhvern veginn, ef maður gefur einhvern veginn, ef maður fer með þetta attitude, þetta eru síðustu tónleikarnir mínir. Bara gjör það svo vel. Þannig að þetta eiginlega bara upphafið að hinu nýja Múkisson þá? Já, það má eiginlega segja að þarna hafi verið svona tímamót. Þarna fór ég á krossgötuna og seldi sál mína ekki endilega djöfulinn, náttúrulega í tónlistargyðjuna. En eftir þetta, þá hefur þið gengið mjög vel og þetta er kannski lykill að velgengninni. En þér hefur mjög oft staðið til boða einmitt að spila úti og jafnvel að flytjast út og sumir væntanlega veltaði fyrir sér af hverju þú ert svona, bundinn Íslandi og okkur út ekki bara farin út í heim og með fjölskyldina og farin að búa til tónlist fyrir bíómyndir og slá í gegn. Já. Hvað heldur í þig? Já, þetta er oft komið til tals, hjá mér og frunni að kannski væri einmitt skynsamlegra að reyna meira að meika það og fara einmitt til LA eða New York eða London eða Berlín eða eitthvað. En það er eiginlega, ég á 2 börn með konunum minni og það er einhvern veginn, þegar maður er til þess að gefa út plötu þá þarf maður að túra og kynna hana og svona og það fer allavega hálft ár einhvern veginn svona meira og minna það sem ert einhvern veginn út á sjó og eins og síðasta plata það var eiginlega heilt ár sem fór svona og þá er þetta mikill tími sem maður er fjarverandi og maður er að missa afmælum og svona og þannig að þess vegna hefur oft komið upp líka þessi hugmynd að flytja fjölskyldunni eitthvað og vera nærinn þannig að maður geti, ef maður er í Brussel til dæmis og kannski getur maður hoppað heim en svo þegar við hugsaum þetta einhvern veginn þá hefur þetta einhvern veginn alltaf stoppað okkur að það er svo gott einhvern veginn að eiga heimili og eiga ömmur og afa eiga vini og vandamenn þannig að ef við færum vissulega myndum maður ábyggilega búa til einhvers konar fjölskylduklíku eða þannig en það er einhvern veginn Það eru bara tengsli við landið sem að það er fjölskyldan og vini náttúrulega og Hafði það áhrif á þau þegar umboðsmaður Kurt Cobain lýsti því hvað gerðist fyrir listamann sem að legða af stað með fallegt hjartalag og endaði síðan í hringiðu peningaflana? Já, vissulega. Þá var ég að túra Múki mömmu plötuna mína og var að túra eins í Bandaríkjunum. Þá kom þessi maður á tónleika sem átti umboðsskrifstofu sem var einmitt með alla þessa stóru Bob Dylan og Neil Young og Bob Marley og ég veit alla bara einhvern veginn og ég fekk mér nokkra bjóra með þessum manni og það hafði vissulega sterk áhrif með það því hann fílaði músíkina og hann sæi svona í mér einhver einlægni og einhvern svona von og þrá og draum og eitthvað og mjög löður rödd en hann sagði að allir sem hann hafði unnið með hefðu á einhverjum tímapunkti fljótlega þegar við byrjað sem sagt misst þennan neista að því að þeir hafa byrjað einhvern veginn í draumnum að skapa og fjölskyldu eða draumana sína en svo hefðu þeir verið étnir upp í einhverjum bransa þannig að staðinn fyrir að semja hugsjónir eða vera skapandi svona innan frá einhvern veginn að þá hefðu þeir kannski verið að metast frekar hvers konar flugvélar þeir ættu eða
akkur selja ég bara 40.000 miða og hinn þarna að selja 50.000 miða, þú veist. Þá fór öll orkan í metnaðinn. Þannig að þú ert laus undan þeirri átjón allavega meðan þú... Já, alltaf fyrir mig að segja sem að, þú veist, svona lítill, en það hafði svona sterk áhrif á mig að heyra þetta frá svona manni með reynslu, þannig að ég hugsa, já, heyrðu, maður má náttúrulega ekki, maður má ekki missa sjónar af, þú veist, þeir sem skiptir í alvörinu máli í lífinu, þú veist, bara fjölskylda, vinir, vandamenn og svona þetta daglega amstu líka. Segð mér sko, hvernig þú spilar á gítarinn, og hérna ég ekki mikill gítarsnillingur og reyndar alls enginn, kann ekkert á gítar. Já. Ég veit að þú hreinlega bara vanstillir gítarinn til þess að ná þessum sérstakar hljómi sem þú hérna ert þekktur fyrir. Sýndu mér aðeins, sko, þegar þú tekur hann og ruglar hreinlega í honum til að búa til þennan hljóm, og af hverju gerur þetta? Er þetta þá til þess að reyna meira á þig eða augraðir eða hvað? Já, sko, því ég nú uppalega mjög lélegur gítarleikari, ég meira tölvukall, en svo einhvern vegna fór fólk að fíla svona gítarlögin með mér og það er gaman að spila fyrir fólk og svona. En mér fannst, sko, þegar ég kunni alltaf bara þessi vinnukonugrip, mér fannst ég alltaf vera að gera sama hlutin, bara að maður fer einhvern veginn í, þess að maður gerir C, svo fer maður einhvern veginn eðlilega í G og F og eitthvað. Þannig að öll lögin voru einhvern veginn, fannst mér að bara verða eins. Og svo náttúrulega Pétur vinur minn, hann með alls konar stillingar. En ég kann ekki neitt, þannig að ég bara, veist, ég byrjaði bara að gera eitthvað svona og veist. Svo fyrir bara rót í stillingu. Já, finnur maður eitthvað svona, svo segir maður sér sáttur þarna. En þá veit ég ekkert hvar, veist, maður getur ekki ef ég til þess að reyna að spila fyrir því Wild Thing í þessari stillingu. Það meikar ekkert sens. Þannig að þá neyðist maður til þess að reyna að finna, þú veist, hvað gengur upp. Og þá einhvern veginn fer maður ekki á hann autopilot. En ég þarf að veðja, ég sé að gera mjög einföld grip, sko. En mér finnst bara svo rosalega þægilegt að vita ekki neitt, heldur fara í einhvers konar flæði eða einhvers svona feeling frekar eða bara... Og þannig skapar raunverulega þinn eigin stíl? Kannski að einhverju leyti. Ég veit að það er fullt af liði sem gerir þetta líka, blúsararnir gerir þetta mikið. Og þetta hjálpar mér allavega því ég verður svo rosalega pirraður ef ég finnst ég að hafa gert eitthvað svipað eða nærri því eins áður. Það getur alveg eyðilagt fyrir mig daginn. Þetta er eiginlega svona baktrygging að allavega þá er það allavega ekki meðvitað að ég sé að gera eitthvað tvisvar. Skulum aðeins kíkja á nokkuð myndbrot úr þar sem hefur komið fram hér í sjónvarpinu og þar sjáum við meðal annars þetta og ýmis lög sem þú hefur tekið. Til þess að fara í brjálað geim með þér og þessum rugl
Þarna sáum við ykkur feðga spila og í rauninni má segja að þið, þú og pabbi þinn eigið hugmyndin að aldrei fór í söður tónlistarhátíðinni fyrir vestan. Sú hugmynd kom á svona dálítið sérstökum tíma. Já, við vorum, ég var að spila á hátíð í London og pabbi kom með og við vorum svona að grínast með hvernig hátíð myndum við vilja gera því okkur fannst margt skrítið þarna, var ákveðin goggunaröð í gangi og menn fengum mismikinn tíma í soundcheck og við vorum bara svona að leika okkur á serjötuna eiginlega, hvernig ef við myndum gera það, hvernig væri þetta þá. Og þá bjuggum við reglulega allir fengið sama tíma á sviðinu, engin goggunaröð og svo hugsaði ég, hvar ættum við að halda þetta? Já, við verðum að halda þetta einhvers staðar sem að gera það erfitt fyrir fólk að komast. Og við bjuggum báðir í Ísafirði og það tilvalið og hvenar var svo spurningin og já, páskarnir væri svona bestarið, það var svo oft ekki hægt að fljúga. Þetta átti að vera svona hátíð sem að var bara vonast að komast á. Já, þannig að maður fengi eiginlega bara fólk sem langaði virkilega að koma og hlusta á músík að það myndi þá hafa fyrir því að koma og það væri svo flott síja á liði sem að þú veist. Þetta var raunverulega bara brandari fyrst. Já, þetta var algjör brandari, já. Þetta var bara svona, bara tveir kallar að djóka, sko. En svo hittum við Ragga Kjartans, vinn okkar, og vorum að segja honum frá þessu djóki og honum fannst svo geðveik hugmynd. Og hann óþægilega skemmtilegur maður að hann hlæri svo hrikalega mikið og fær alla með sér. Þannig að eiginlega á því kvöldi sem við hittum hana, þá var hann bara einhvern veginn búinn að hlæja þetta inn á Gus og fullt af liði og búinn að selja einhvern veginn þá hugmynd að við verum að halda stórkostlegt festival og við erum búin að eiginlega ábyrgjast að flytja 20 hljómsveitir eða eitthvað vestur og við pabbi minn mættum einhvern veginn vestur með þá hugmynd, við erum bara komnir með alvöru festival úr þessu lélega gríni andskotin, hvað gerum við og þá einmitt með stórkostlegri hjálp heimamanna og svona ákveðin hópur sem að myndaðist í kringum þetta sem við köllum oft nefndina. Klíka. Klíka, já, algjör klíka. Og það má eiginlega segja að þessi prinsip og þessi hugmynd sem var náttúrulega bara grín, breytist svo í eitthvað alveg stórkostlegt ævintýri. Og nú þetta búið að vera í hvað, 8 ár eða ekki? Jú, nú er 8. hátíðin. 8. hátíðin í vor, en fyrir árið þá ætluðu þið að bara hætta? Var þetta hótun eða í hverju fólst að þið bara voruð að gefast upp? Já, við höfum náttúrulega bara gert þetta algjör áhuga, bara áhuga og það er allt unnið í sjálfboðvinnu, við og tónlistarmenn sem koma og okkur fannst, við erum búin að gera þetta svo lengi einhvern veginn, bara hugsanlega verið gott að hætta núna því að það fer rosalega tími í þetta og einhvern veginn hann alltaf þróast, við eigum allir orðið krakka, þeir sem voru yngri og þetta fyrir, það er nokkra viku fyrir hátíð sem að þykkur rosalega mikið svona skipulag og suð og væli hinn og þessu. Og svo nú þið búin að gera stuðsamning við bæjarstjórnina og þið eru búin að halda borgarafund þannig að fólkið er svona meira með og allar að... Já, það var einmitt það fréttist út af öllum kannski að hætta og þá byrjaði svona, maður fór í sjoppuna og þá var allir að segja að þið verða að halda áfram, ekki hætta. Þannig að við fundum þá
rosalega mikið svona hvatningu og svo hittust við jólin og þá hugsuðum við hvernig myndum við vilja gera þetta, hvað væri hægt að gera til þess að það væri ekki svo mikil byrði á okkur. Þessi skipulagsvinna, tónleikarnir sem slíkir og hljómsneiðar, það er alltaf bara paradís þegar það er í gangi. En það er þessi skipulagsvinna og þessi vinna sem er kringum þetta. Og þannig að við fengum þá hugmynd að fá bæinn meira með okkur, að hreinlega bara opna þessa nefnd og segja, þið sem hafi gaman að þessu, endilega hjálpa okkur. Þetta hefur verið kannski lokaðar hópur með nokkra mjög trygga velunara sem hafa hjálpað okkur alveg hrikalega mikið. Þannig að þið eru eiginlega búin að virkja bæjarbúa núna. Þið eru með og það eru lýðræðislegar ákvarðanir og klíkan er ekki bara eina störfum. Og þetta er nefnilega alveg æðislegt sko, eins og klósettmál hafa verið í tómu rugli, þú veist, eins og er ofta á svona stöðum þar sem það er bara orðið viðbjörnslegt klukkan 10. En núna er til dæmis Guðfinna búin að taka að sér klósettmálin og við ætlum að smíða sérstaka pissurennu fyrir kalla, svo þeir sé ekki að nota kvennaklósettin. Og alls konar svona smáatrið sem mér finnst alveg æðislegt og eins að elda morgunmat og hádegismat fyrir listamennina sem koma. Og okkur langar svo að setja meiri metnað í það að þeir sem eru að koma vestur að spila fyrir okkur og þeir sem eru að spila hátíðinni, Vestfirðingar, að þeir finni bara meiri ást og finni að hvað eru velkomnir og hvað eru þakklátt. Við getum öll lært að þessu bara almennt í ferðaþjónustu á Íslandi og tekið þetta til fyrirmyndar sérstaklega svona þessi grunnhugmynd sem er mjög einlæg og falleg. En talandi að gefa vinnu sína, því að þú talaðir að tónlistamenn væri að gefa vinnu sína og það er reyndar ekkert óalgengt með tónlistamenn, reyndar mjög algengt. En þú ert líka að gefa þjóðinni lag sem þú samdir, lagið Haglíel og þú ætlar að spila það fyrir okkur eftir augnablik en segðu mér aðeins bara hvernig þetta lag varð til. Já, það var þannig að þegar ég vaknaði þennan morgun, þá hugsaði ég einhverja hluta vegna með mér, en mér langar að gera lag um svona söknuð, svona að sakna þeirra sem eru farnir. Og ég hugsaði mjög sterkt til eins vina mín sem heitir Þorsteinn og fleiri sem hefur farnir. Ég var bara svona að hugsa, setja mig í stellingar, nú saknaði ég ykkar. Þorsteinn fórst í snjóflóðunum á Flatey. Já. Og ég semst og þetta lag gubbast svona, fyrstu tvörinni gubbast algjörlega út um mér sem er mjög sjálfgæft hjá mér. Það er bara svona hopp á blaðið. Svo var ég alveg fastur. Og liðu nokkra klukkutímar sem ég gat ekki neitt. Og þetta var rosalega erfitt. Þannig ég sagði því svona í gríni, jæja, hjálpið mér hérna. Ef þið eru hérna, hjálpið mér aðeins. Þeir sem að eru fyrir handan, farnir. Akkurat. Og bara, já, ég endilega komið með þetta fyrir kvöldmatt, sagði ég svona í hausnum. Og þá bara prumpast út restinn og svo einmitt fer ég í kvöldmatt, kallar Rúna á mig kvöldmatt og þá kveiki ég á fréttunum og þá var akkurat 15 ár frá flóðinu á Flateyri. Og ég alveg svona, fekk alveg sjúklega gæsahúð og Þannig að þú fékkst hjálp frá þeim? Sko ég myndi ekki mikið vera að pæla í þessum málum en mér fannst að þetta var too good to be true sko. Og alveg æðislegt einhvern veginn. Leyfðu okkur að heyra lagið og sem þú ert búin að gefa þjóðinni og fólk getur farið inn á netið og nálgast lagið og eignast það en þetta er að minnsta kosti sagan á bakvið. Já. Texta. Prófum það. Það er nú fyrsta skipti sem ég spila það, þannig það þarf samt ekki að klika. Skín gluggann inn Frostið kalt bítur morguninn Og borðið sullast kaffi tár Í dag Liðin allmörg ár Gólfi liggur flugan dauð Íbúðin ángar ristað brauð Í sköpu kurrar eins og tímavél Eins og þá Út í Haglíel
orðlaus yfir kyrrðinni, að hann hætti að hugsa sig og gefi mér aftur Vegg gulnuð brúðkaupsmynd, innrömmuð ástin blind, sendu draug þinn á kreik, látt hann liðast upp úr tóbaksreyk. Minningin færist fjær og fjær, ástin enn kristaltær. Síðan fórst hef ég setið hér, dagdreymt þig við hlið mér. Kristur hangir á hálsmenni, orðlaus yfir kyrrðinni, að hann hætti að hugsa sig og gefi mér aftur. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig.